Ég ætla að sýna hérna hvernig þú leitar í Google Image. Ég heiti Ólafur Kristjánsson og þessi fræðslumóli er í boði Iðunnar fræðsluseturs. Eitt af því sem að Google leitarvélin býður upp á, það er að leita eftir ljósmyndum. En það gerur ekki þessari hefðbundna leitavél, þú þarft að fara og finna Images leitavélina. Og þú getur fundið hana með því að fara hérna í vöflumustrið og hérna finnur þú Images, það er þessi hérna, mynd af myndavél. Einnig, ef þú finnur hann ekki hér, þá getur þú farið hérna í leitastringin og skrifað Images. Nú í þessari leitavél þá hefur þú nokkra möguleika. Þú getur leitað eftir myndum, þar að segja vísað í myndir sem eru inn í tölvunni. Nú þú getur leitað með því að vera með raddinslátt eða bara leita hérna eftir stækkunarglerinu. En það sem við ætlum að gera hérna, það er að leita eftir myndum sem við eigum, gefum okkur upp að við erum á okkur stað sem við kannski þekkjum ekki alveg nógu vel og við viljum fá Google til að hjálpa okkur að finna hvar myndin er tekin. Þannig ég smelli hérna á myndavélina og í þessu viðmóti hér að þá fer ég inn í Upload an Image. Ég ætla að sækja mynd úr tölvunni og í þessu tilfelli er bara mynd af Hallgrímskirkju og ég fer inn í Choice File og hérna er ég bara með ljósmynd af Hallgrímskirkju og það er ekkert búið að setja inn í þessu ljósmynd. Hún heitir ekki Hallgrímskirkja, hún er ekki með staðsetningu eða neitt. Google þekkir þetta og við sjáum hvað gerist. Hérna kemur hún með Hallgrímskirkju og svo kemur hún með niðurstöðu hérna. Hver er arkitektinn, hvenær á hún byggð og hæðin á hún og svona grunn upplýsingar sem eru hér. Og pluss það að hér er fullt af öðrum ljósmyndum. Og út frá þessu þá getur við smellt bara hér til þess að fá alla ljósmyndunar upp sem er í boði af Hallgrímskirkju. Óheyrilega mikið. Ég ætla að fara tilbaka og taka aðra mynd sem dæmi, Dynjanda á Vestfjörðum, smelli hérna á myndavélina, fer inn í Upload an Image aftur og hérna ætla ég að velja Dynjanda, smetla Open og það er sama hérna. Hún finnur allar upplýsingar um fossinn og það er nánast alveg sama hvað þú leitar af. Ef þú setur mynd af sjálfum þér, þá mun leitarvélin í rauninni leita af tvífaraðinum eða samskonar myndum. Og ef hún þekkir ekki staðinn, þá myndi hún líka koma með svona samskonar myndir. Ég ætla að fara tilbaka og nú ætla ég að tengja myndina við einhverja ljósmynd á netinu, tengja við slóða og fá upplýsingar. Hérna ætla ég að smetla myndavélina og sjáu þið, Paste Image URL. Hérna ætla ég að finna mynd inn á Unsplash. Hérna er mynd sem ég langar að sjá að fá nánar upplýsingar á þekktu landslagi og hérna hægri smelli ég. Fer í Copy Image Address, smetla það og síðan fer ég í leitavélina, hægri smelli hérna og Paste. Þá er slóðin á myndinni komin inn í leitavélina og hérna fer ég í Search by Image og hérna kemur Stocksnes. Þannig hérna fæ ég allar upplýsingar þessa ljósmynd og samskonar myndir af sama stað. Þannig að þegar þú ætlar að fara að ferðast Ísland í sumar þá að gera að nýta sér leitarvélina þegar maður þarf að fá upplýsingar staði og þú er bara með myndina.